Hefur þú kost á háhraða internettengingu yfir ljósið? Hringdu býður upp á ljósnets og ljósleiðaratengingar á betra verði, líka á landsbyggðinni. 0 kr. mínútan úr farsíma í alla, frá 1295 kr. á mánuði. Hringdu, meira fyrir minna. Já, ég held okkur sé ekki að verða neitt að vanbúnaði en að fá hérna efsta tveggjavetra fóla dagsins Hrafn Tinna EHF og hér kemur hann dropi frá Litlalandi, tveggjavetra gamall. This is the 2-year-old stallion, dropi frá Litlalandi. He was chosen by the judges earlier today as the most promising 2-year-old stallion in the show. There was a show here run by the Horse Breeding Association of South Iceland. And we'll get a little glimpse at this young stallion, Dropi frá Litlalandi, a son of Hákon frá Ragnheiðarstöðum. Ég vil biðja áhorfendur sem sitja niður á gólfi að hafa varan á ef hann kemur hlaupandi í fangið á þeim. Mér finnst okkur til að taka vel á mót honum. Ef allt fyrir að óskum þá mun hann vonandi koma hér aftur á þessa sýningu eftir nokkur ár undir hnapp og ágætt að venja hann bara strax við áhorfendafjöldann. Já, ef við klöppum svolítið duglega þá kannski fælist hann frá og þá eru áhorfendur niður á gólfi kannski minni hættu. Já, þó ekki. Hann er ákveðinn og fylginn sér. Það er kostur líka. Nú ef við minnumst aðeins á kynbótamattið þá er hann með 114 stig, 113 stig fyrir hæfileika, 108 stig fyrir sköpunlag. Þar ber hæðist 111 stig fyrir vilja og geðsla og 115 stig fyrir fegur reið. Það er alltaf gaman þegar fólarnir eru með mikið af svona plöppum. Það þykir gott. En Hákon faðir hans er auðvitað undan Álfi frá Selfossi sem allir þekkja og Hátíð frá Úlfstöðum, þeir eru miklu gæðafyrsur. En móðirinn Lind frá Þorláksstöðum er utan Ægi frá Litlalandi sem við munum líka vel eftir og Kongur frá Þorláksstöðum. Já, hvað segið þið góði gestir? Og Sveinn, ef við förum að segja þetta bara ágætt. Þakkum Dropa frá Litlalandi fyrir, Bengst Dropi frá Litlalandi, this young stallion, a son of Hákon frá Ragnheiðarstöðum, Húsan Álfursson, and also a son of Hátíð frá Úlfstöðum, the famous mare. And the mother of this young colt is Lind frá Þorláksstöðum, a daughter of Ægir frá Litlalandi. Þeir eru í smá leik og Dropi. Spennan er í hámarki, skildu þeir ná honum? Eða verður hann hérna inni restina af sýningunni? Það er nú alltaf verið að tala um að gera eitthvað nýtt. Í spurningum að brjóta þetta bara aðeins upp og hafa fólan hérna lausan með. Fannst þér yfir þeim aðeins? Jæja. Já, sko. Við skulum bíða aðeins með að klappa fyrir Ólafsson. Það verður nú líka svolítið líflegt að þeir færu hérna saman, fljúgandi yfir salinn. En eins og áður kom fram að þá voru fólarnir metnir fyrir bæði sköpulag og hreyfingar hér fyrir í dag. Og þetta var sigurvegarinn í flottum tveggjavetra hesta. Til hamingju, Sveinn og fjölskylda með þennan fallega fóla. Og hér birtast þeir, þetta eru þeir Tenor frá Túnsbergi og Bragur frá Túnsbergi. Við skulum taka vel á móti þeim.
Hann fer hérna fyrir sá brúni. Bragur frá Túnsbergi á blaðsíðu 54. The Black Stallion Bragur frá Túnsbergi on page 54. Faðir Rökkvi frá Hálausstöðum og móðirinn Gáskadóttirinn Staka frá Litlu Sandvík. Sá grái tenor, hann undan Garra frá Reykjavík in the breeding judgment. Og það þeir feðgar Hinrik Bragason og Gústaf Ásgeir Hinriksson sem sýna okkur þessa bræður og við skulum leyfa þeim að dansa hér á gólfinu undir tónlistinni. Tenor og Bragur frá Túnsbergi, gjörið svo vel. Já, það gaman að sjá þessa gæðinga. Feður þessara hesta eru engir aukvísar, en Garri frá Reykjavík, faðir Tenors, hefur hlotið litla 8,77 í kynbótadómi og var efstur á heimsleikum á sínum tíma. Og svo það auðvitað faðir hans Brags, það hann Rökkvi frá Hálausstöðum, landsmótsmeistari og margt fleira. Hann núna staddur í Svíþjóð og gerir það gott þar og verður að sanna sig vel sem kynbótahestur. These two stallions are brothers. They have the same mother. Staka from Litlu Sandvík, the first prize mare. And the riders are father and son, Hinrik Bragason and Gústaf Ásgeir Hinriksson. Þarna fer hann svo frá því að Tenor frá Túnsbergi og eftir honum kemur bróðir hans Bragur á sama stað. Þetta heilnæglega. Næstu tveir hestar. Hrókur frá Efstadal, Guðmundur Björgvinsson á blaðsíðu 133. Og þá það Þórhall frá Eystra-Fróðholti og Daniel Jónsson á blaðsíðu 173. The Black Stallion with a Blaze is Hrókur frá Efstadal on page 133. Þórhall frá Eystra-Fróðholti is the bay one on page 173. Já, við kíkjum á þann Jappa aðeins frekar á upplýsingarnar hann Kóran sem að Daniel Jónsson situr. Hann undan Aron frá Strandarhöfði og Glettu frá Bakkakoti sem auðvitað undan Ó frá Brún og Særós frá Bakkakoti. Þessi hestur ósýndur ennþá en allar frekar upplýsingar að finna hérna í bókinni. En Heimir, hvað segirðu við hann Hrók? Já, Hrókur frá Efstadal sá brúnlega svolítið gullfallegur 8,61 fyrir byggingu. Faðirinn Hróður frá Refsstöðum og móðirinn Stígandadóttirinn frá Sauðárkróki Von frá Laugavatni. Upplýsingar hann að finna á blaðsíðu 133.
Já, hérna sjáum við þá betur, það er Rókur og Guðmundur Björgvinsson og Kórall og Daniel Jónsson. Þetta er engin smá kappar. Já. Þeir fara hérna út. Einn af öðrum. En ég vænti þess að þetta séu báðir alhliða hestar. Daniel hefði aldrei nefnt að ríða honum svona marga hringi ef hann væri, nei, það kemur seinna. En fljúgandi góður er eitthvað síður. Allir góður í drömmum og í gegn. Hér kemur Rókur frá Efstadal, Róðssonur. Já, og Kórall frá Eystra Fróðholti og Daniel Jónsson. Já, hérna höfum við þann skjóta prest frá hæli. 7 metra gamall undan honum gamli frá Steinnesi og fyrstu veluna hressunir Nótu frá Blönduósi. Knapi er Kári Steinsson. Síðan er það svo Brúni, það er hann Bikar frá Syðri-Reykjum, setinn af ræktanda sínum og eiganda Helgu Unnur Björnsdóttur. Við tökum vel á móti þeim. Og hann Bikar, sá Brúni hér fyrir aftan, hann er undan Harker frá Sólheimum sem að hlaut 8.39 dóm á sínum tíma og er staðsettur í Bandaríkjunum þar sem hann gerði það gott. Og móðir þessa hess er Orða frá Gauksmýri, þetta Kjarki frá Egilsstaðabæ. Það er aldeinis köld genin að finna. Já, enda mann ég ekki betur hún að hún hafi unnið hérna mótið Svellkaldar daginn Helga Unna á þessum hesti. Jú, og hún er með því búin að tryggja sér farseðil á Ísköldið næstu helgi, þeir allra sterkustu og hún á eftir að verða kvenþjóðinni til sóma það. Já, og hún vann sem sagt þær allra sterkustu. Kári hins vegar hefur unnið hug og hjörtu margra kvenna á þessum hesti. Og ekkert bara á þessum hesti. Kári er sjarmur saman á hvaða hestan er eða ekki á hesti. Já, eflaust. Það er enginn eins og þú undan. Látt ekki svona, látt ekki svona. Kári er nýlega kominn með þennan hest í hendurnar og búinn að eignast hann og það verður spennandi að fylgjast með þeim. Við sjáum hérna helgið 2 pör sem er eftir að gera verulega gott á brautinni. Þetta er glæsilegt. Kári Steinsson og prestur frá hæli og Helga Unnar Björnsdóttir og Bikar frá Syðri-Reykjum. Það held ég 2 stæðsynir. 2 stórglæsilegir klárhestar, vænti ég. Við þurfum ekkert að vera teiminn við áhörðum góður og við að reka lóana saman. Þetta er alvöru. Það á að, já, sko, þetta líka við koma aftur. Prestur frá hæli og Bikar frá Syðri-Reykjum. Kári Steinsson og Helga Unnar Björnsdóttir.
Það verður orðið ein breyting frá sýningarskránni, það er að segja að eitt afkvæmi hefur forfallast, það er Hallbera frá Hólum. En hér er hann mættur Gaumur frá Auðsholtshjáleigu, við skulum taka vel á mót honum. Gaumur að sjálfsögðu sigurvegari í 7 vetra flokki Stórhólsna á landsmóti 2008 undan Orra frá Þúfu og Hildi frá Garðabæ og annar nánari upplýsingar á blaðsíðu 91 on page 91. Já, sjáum við Gauminn. Já, Þórdís Erlu, glæsileg eru þau. Gaumur hlaut einmitt fyrstu verðlaun fyrir afkvæmi í sumar. En hann sjálfan þarf allt að kynna. Gaumur has received the first prize for offspring already. He was awarded that at the Landsmót this summer. And he is of course a son of Orri frá Þúfu and a famous Hildur frá Garðabæ. Já, þessi hestur hefur hlotið hvorki meira en minna en 9,05 fyrir hæfileika, en 9,5 fyrir tölt og vilju geðslag, 9 fyrir brott, 9 fyrir fegur reið, 8,5 fyrir skeið og hægt tölt. Hvað segir þið Árundur þetta? Og hér koma afkvæmin. Það er annars vegar Ríma frá Auðsholtshjáleigu sem að Sigurvald Matthíasson situr, sem er hérna innan á innri skoðastóði hringnum, núna hérna. Og svo er það Katla frá Ketilsstöðum sem að Viðar Ingólfsson situr. Er þetta ekki svona sem það? Ert þú að Hallberu Viðar? Ok, það var búið að segja okkur að hún kæmi ekki, en það er sem sagt Jarðarhissan sem að Viðar situr er Hallbera frá Hólum. Það eru ræktun Steindós og Vigdísar í Hólum og þessi hissa hefur nú þegar hlotið góðan dóm. En Siggi, þú ert væntanlega á Rímu, er það ekki rétt? Þá passar það. Og svo er það auðvitað Gaumur sjálfur þarna sem að fylgir dætrum sínum. So here we see two of Gaumur's daughters. The black one, Ríma, frá Auðsholtshjáleigu, written by Sigurður Matthíasson, and the bay one is Hallbera frá Hólum, written by Viðar Ingólfsson. Já, mér sýnist Gaumur ekki þurfa að skamma sig fyrir þessi afkvæmi. Gaumur sjálfur er með 118 stig í kynbótamati. Það er auðvitað hægt að fá allar nánar upplýsingar Gaum og nokkur á honum, Gunnar Arnars. Sjáum þetta í bókinni. Og hann hefur notað hestinn sjálfur eins og við sjáum á brúðurissunni sem kemur úr ræktuninni í Auðsholtshjáleigu. Þetta er hún Ríma. Og við skulum bara keyra aðeins upp stemminguna hérna. Koma svo! Gaumur frá
þessa frábæru sýningu. Og eins og hefur heyrst hér áður, hafið heila þökk. Já, og hér kemur hann fyrir hópnum Dáti frá Hrafnsstöðum ásamt knappanum Steingrími Sigurðssyni. Þá það Dagfari frá Miðkoti og Davíð Jónsson og þá Möller frá Blesastöðum og Flosi Ólafsson. Nú Dáti frá Hrafnsstöðum sá brúni undan Sæ frá Bakkakoti og Ótusdótturinni Dagsbrún frá Hrafnsstöðum. Já, þess ber að geta, hann hefur hlotið 9,5 fyrir kvöld, hann Dáti. Og það hefur líka næsti hefði sem ég ætla að kynna gert. Það sá Reykjavótti, hann Möller frá Blesastöðum hér aftastur. Setur hann Flosi Ólafssyni, hann hefur hlotið 9,5 fyrir töll, 9 fyrir brokk, stökk, vilja, gæsla, fegri, reið og hægt töll. Undan Fall frá Blesastöðum og Perki frá Haga. Möller frá Blesastöðum sá Bleikalótti. Og þá það sá rauði Dagfari frá Miðkoti. Undan Orra frá Þúfu og Dögun frá Miðkoti Snærisdóttur. Með 9 fyrir tröll, stökk og vilju gæsla áhendur. Þar held ég glæsi hestar. Two stallions with 9.5 per turn, Möller and Dáti, and the third one with a 9 per turn, Dagfari. Alo, salut, sunt eu, haidut. Și te rog, iubirea mea, primește. Ekki að fara í vel hjá strákunum hér, glæsikaldarar miklir, Möller, Dáti og Dagfari. Și simbolic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, Já, látum þú heyri okkur, ekki að hvernig degi sem að færa að sjá svona hópar hestum. Ef það hægt að njóta þess að horfa á svona hesta, þá veit ég ekki hvað. Dáti frá Hrafnsstöðum og Dagfari frá Miðkoti. Menn ekki lengi á minni bæja hérna. Iubirea mea, sunt eu, fericit. Sjáu þið þetta? Þakka þér fyrir, hver góður ofatakki. Möller, Dáti og Dagfari. și simbolic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Takk kærlega fyrir. Já. Reiðarnarsýningum eða í gæðingakenni hér hann kominn. Tökum vel á móti Óm frá Kvistum. Here we have the stallion Ómur frá Kvistum, a winner of Landsmót in A-flokkur gæðinga, the 5-heated class, also a prized breeding horse with very, very promising offspring now in training. Ómur is the son of Víglundur frá Vestmannaeyjafloti, who is of course the son of Ófeigur frá Flugfirði, and his mother is Orka frá Hvammi, a first-prize mare, daughter of Otur frá Sauðárkróki, and the honorary prize mare Löpp frá Hvammi.
hálfætið undan honum Ómi og menn eru alltaf því 12 hafnir yfir þeim stórhrifnir. En hvað segir þið áhorfendur, er ekki lægi með hann frá Kvistum? Það er sjálfsögur Kristján Kristjánsson sem er knappi á Óm. Og við skulum sjá þá félaga frá Kvistum leika sér aðeins á gólfinu. Þetta er hann Ómur frá Kvistum. Búinn að sigla 5 metra flokk stóðist á landsmóti. Já, Ómur frá Kvistum. Á seinna 100. Hvað segir þið, eigum við ekki að gefa honum aðra ferð? Já. Og þeir sem vilja halda út þennan hest, þeir náttúrulega kíkja bara í bókina og sjá að þetta verður heima á Kvistum í sumar. Hérna maður skoði þannig vel. Og svo fá... Takk fyrir Ómur frá Kvistum og Kristján Kristjánsson. Framherji frá Flagbjarnarholti and our very special guest Nils Christian Larsen. Vertu velkominn Nils. Og framherji frá Flagbjarnarholti undan hágangi frá Narfastöðum og Sultseit frá Grindi og ræktun Sveinbjörns Bragasonar. Þetta er náttúrulega stór efnilegur hestur en hann er því miður ekki í bókinni en þess ber að geta að hann mun taka á móti Hrissum í Árbakka fram til 1. júní þannig að það er ekki alveg útséð með að komast í dropa frá honum. Og við skulum bara leyfa þessum félögum Nils og framherja að leika sér við undirleik tónlistarinnar. Gjörið þið svo vel, framherji frá Flagbjarnarholti.
hann mun auðvitað líka sinna hlutverki sínu sem stórhöldur þar og margir sem bíðast með miklu eftirvæntingu. En í eigandinn hrossarræktarbúið Stalmýra í Noregi og við óskum þeim innilega til hamingju með þennan frábæra hest. Já, og það sem fyrr segir hann Missi litli sem var setur hestinn. Sjáum það, framherji og nýtt. Þakka þeim kærlega fyrir komuna. And congratulations to Stalmýra in Norway. Síðastliðið sumar. Sem sagt báðir á 5. vetur núna. Og hér kemur hann Hrói frá Flekkudal og Jón Páll Sveinsson og þá Nói frá Stórahofi og Daniel Jónsson. Og þeir hafa glætt sig upp í tilefni dagsins. Þetta kann maður að meta. Vera í spari út á því. Já, þeir eru báðir með bindi. Og ef við kíkjum aðeins gamlar upplýsingarnar Nóa, það þarf auðvitað varla kynnan og ræktun og Bæring Sigurbjörnssonar á Stórahofi. Þessi hestur hefur hlotið 8,60 fyrir hæfileika. Og þar á meðal 9 fyrir skeið og 9 fyrir vilja geðstar. 8,51 í aðeins fyrir Nóa. Undan Ítringi frá Tóttum og Öll frá Stórahofi. Já, þetta er að verða strikt sjó hérna. Daniel fann að hækka fötum, þetta er hesturinn. Tekur hann í næsta hringdanni. Kannski biðja því að kippa þessu upp hann að dyravörður í hófninu. Taka borðan upp í gólfinu. En sá grái Hrói frá Flekkudal undan keilisynninum Glym frá Flekkudal og Gáskadótturinni Glaðbeitri frá Flekkudal. Þessi hestur hlaut 8,30 fyrir hæfileika 4 ára gamall hérna síðasta sumar. Þá sýndur af henni Birnu Tryggvadóttur, nú setinn af Jóni Páli Sveinsinni. Já, við skulum bara horfa aðeins á þessa flottu ungu bola. Hrói. Ég veit ekki hvort að Daniel ætlar út eða hvort að hann ætlar að fá hálftaugið aftur. Klæða sig upp aftur. Nú leiðir eitthvað, nú fannst hann vera hálf nakinn þarna. Smeltir hann þess að sjálfa hann sig. Já. Daniel kann að þarna skemmta sér á okkur. Það er eitthvað í góðu lagi að veifa að fánalítunum þegar maður situr á heimsmethafa. Sjáu hérna Nóa frá Stórahofi. Já, hér kemur hann. Það er Hrói frá Flekkudal. Og það er Nói frá Stórahofi. Þeir hafa ólíkt eftir. Fáum á aftur í gegn, fáum á aðra ferð. Hér kemur hann Hrói frá Flekkudal. Undan keilisynninum Glym frá Flekkudal. Og þá er það Nói frá Stórahofi undan Núma syninum Yllingi frá Tóttum. En betri sporthestur þar. Já, Hér kemur hann Hrói. Hrói frá Flekkudal. Takk fyrir þetta, Jón Páll. Og Nói frá Stórahofi í munnskeiðinni. Það held ég nú. Takk fyrir Daniel. Glæsilegt. Og þetta var síðasta atriðið fyrir seinna hlé. 1000 kall getur fengið flottan fólatóll fyrir 1000 kall. Aðeins dregið úr söndum miðum.
Þannig að allir vinna.